GTA 5 lendur á PlayStation 4. Nú möguleiki á fyrstu persónu spilun, enn betri grafík og þeir sem eiga leikinn á PlayStation 3 geta haldið áfram netspilun á PlayStation 4. Elko, einfallega lægra verð. Here we go! Wow. Nei. Nei, that's right. It's okay, we're not. Þá komum við fyrstu heimsóknin hérna hjá okkur í Game 10 og við erum konur niður í miðbæ Reykjavíkur. Já, viðfangsefnið spilakassasalurinn Freddi. Já, Freddi búinn að öðlast nýtt líf. Við komum núna niður í miðbæn, hann beint á móti dönsku kránni og það ekkert bara spilakassar í boði, heldur líka með alls kyns leikföng og svona hluti einmitt frá 9. áratugnum eða 1980-90. Þetta sé svona mest verið að innbrynna því og svo líka kassarnir svolítið á þá vegu. En það hægt að gera ýmislegt fleira, þannig að við ætlum að vinda okkur hérna inn og svei mér við getum ekki hitt hann Ólaf Þór Jóelsson hann inni, en hann einmitt mesti töluleikjafséni sem að landið hefur alið. Kíkjum að þinn. Réttverður hér kennir ýmissa grasa og mikið af spilakössum og klassík allsáðandi því að við erum hérna til dæmis, já, Pac-Man, bara orginal Pac-Man. Það eru náttúrulega ekki mikið klassískar og betra en það er ekki bara Pac-Man sem er hérna og svona hefðbundi spilakassar, heldur erum við líka með kúluspilir. Hérna eru 3 svakalegir, það er Freddy Krueger, Addams Family og Funhouse og það kannast nú allir við þetta, aðeins að slá í kassan maður og í næstu kúlun. Þetta er allt hægt hér og allt í alveg í svakalegri virkni. Nú það er meiri klassík hérna, við erum með NBA Jam sem er NBA Jam er náttúrulega bara, þetta er orginal leikurinn, orginal liðin. Við erum með Patrick Ewing í New York Knicks og þetta er svakalegt. Hérna getur maður bara upplifa þetta enn og aftur. Nú svo eru fjölspilar á kassan sem getur bara valið hérna ýmsu leiki, svona klassíska og svo kemur að einum klassískasta spilakassa allra tíma en hann er hér einmitt og er Donkey Kong. Hver man ekki eftir því, vera prílandi hér upp ykkur á stillansa sem Mario, það er hérna að fella apan. Það er nú bara þannig og það er hægt hér. Nú sitjandi fjölspilakassar með rifflabyssur og svo alltaf Mortal Kombat. Er hægt að biðja meira? Nei, helt ekki. Þannig að þið sem viljið svona detta í gamlan 80s gír, svona 9. áratuginn, þá ættum við endilega að kíkja hérna við og það er ekki bara spilakassar. Hér er fjöldinn allur að leikföngum sem er hægt að kaupa, gamlir He-Man kallar, Star Wars kallar og ýmislegt dót og svona skilti og fleira sem að einkenir þennan tíma og svona ofurhetjur og ýmislegt sem tengist þessu öll saman. Það er ekki bara neðri hæð, því að það er efri hæð líka og Svessi er komið þangað og ætlar að kíkja á hvað er þar. Jú, þakka þér fyrir það, Óli minn, hérna eru konur á efri hæðina á Freddanum og þar eru 4 herbergi, þannig að ef þú vilt fara að detta í eitthvað gott tölvuleikjastuð með félagunum, færð ekki gera heima, gamla er erfið, eða þá það er bara allt tróðfullt eitthvað liðið sem nenni ekki að hanga með, þá getur þú komið hérna, leigt herbergi og farið að spila leiki hérna hér. Það eru 4 herbergi sem áður segir og þetta er mjög einfalt, þú bara borgar og svo fer bara svona rautt ljós að blikka þegar tíminn er alveg að búinn, þá er annað hvort farið að bæta í tímann eða bara koma aftur. Og svo er bara hérna sófi, príðisfínt borð, PlayStation 4-vél og þá getur við að fara að detta í FIFA, NBA 2K eða bara hvað sem þetta dettur í hug. Þið félagarnir, lokið að eitthvað gott tölvuleikjastuð. Þannig að Freddin virðist alveg vera með þetta og er svona, sannkallaður hvalreki á 4 tölvuleikjaspilara hérna á Íslandi. Þannig við fögnum því og ég vona að þið gefið ykkur góðan tíma, komið hérna niður og skoðið alla þessa dýrð. GTA 5 lendur á PlayStation 4. Nú möguleiki á fyrstu persónu spilun, enn betri grafík og þeir sem eiga leikinn á PlayStation 3 geta haldið áfram netspilun á PlayStation 4. Elko, einfallega lægra verð.